En 25. greinin, það að forseti lýðveldisins getur látið leggja fyrir Alþingi frumvörp til laga og annarra samþykkta. Telur þetta sé bara dautt eða gæti þetta hugsanlega komið til á einhverjum tímapunkti? Ég myndi aldrei beita þessu ákvæði, það væri svo mikið gjörbreyting á stjórnskipan landsins. Þá væri við komið með eitthvað svona í áttina forsetaþingræði sem engin umræða hefur verið í samfélaginu að taka upp. Og svo 28. greinin þegar að brýna nauðsyn ber til, getur forsetinn gefið út bráðabirgðalög? Það er aftur á grundvelli ríkisstjórnarinnar. Forseti gerir þetta beiðni ríkisstjórnar. Það væri bara svo mikið inngrip inn í okkar hefðir og venjur og hvernig við höfum rekið samfélagið að það þyrfti miklu meiri bara umræðu til. En hvað heldur að myndi gerast? Þú ert þessara skoðunar. Ég alveg vissum að til dæmis Arnar Þór Jónsson annarra skoðunar. Ég segi þetta án ábyrgðar, ég hef ekki fengið, mér finnst það bara svona einhvern veginn á hans svona málflutningi. Ef að hann til dæmis væri allt í einu forseti á Bessastöðum og það kemur allt í einu bara, hér hefur forseti Íslands ákveðið að leggja fram frumvarp til laga á Alþingi. Þetta algjörlega skýr réttur forsetans samkvæmt 25. grein stjórnarskrárinnar. Og hvað myndi þá? Einhverju stjórnspekingar segja, þetta ekki í takt við venjur okkar, en hvað myndi raun og veru gerast? Það fer aðeins eftir viðbrögðum þingsins, bara nefna þetta dæmi að forsetinn myndi leggja fram lög á þinginu, þá þurfa þau afgreiðslu á þinginu. Þingið gæti vísa þeim í nefnd og bara eins og með mörg mál það gerir, bara ekki afgreitt úr nefnd og þá fer málið ekki lengra. Það líklegasti ferillinn sem myndi verða. Það er bara til dæmis einleið ef þetta gert í andstöðu meiri hluta þingsins, þá getur náttúrulega, þá fer forseti ekki lengra með málið ef að þingi vill ekki afgreiða það. En það væri svona, þetta væri þá mikil nýbreytni og þetta myndi valda mikil kurr. Og þá gæti þingi raun og veru, samkvæmt 11. greininni, leyst forsetann frá embætti, ef það mjög ósátt við hann. Forseti verður leystu frá embætti áður en kjörtíma hans lokið ef það samþykkt með meiri hluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu sem til stofnuð að kröfu Alþingis. Þá geti Alþingi stofnað til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að leysa forsetann frá embætti. Já, raun og veru það. Já, ef að forsetin gengur fram af þinginu, þá hefur þingið þetta neyðarúrræði að reyna að koma forseta frá með því að vísa því hvort hann eigi að sitja áfram í þjóðaratkvæðagreiðslu. Við skulum vona til þess kom ekki.